Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í Árnótt. Góðan daginn og velkomin í Árnótt þáttinn. Ég biðst velvirðingar á þessari seinkun sem að er smá tæknilegir en við erum allavega komin í loftið. Verið hjartanlega velkomin í þennan þátt. Við erum að rifja upp árið eða fara yfir árið sem er að líða, 2021. Jú, það margir segja að það verður eins og 2020, en það er ekki rétt. Þetta ár var alls ekki eins og 2020. Ó nei, krakkar mínir, alls ekki þannig. Þetta ár var miklu meira. Ó já. Það byrjaði á bólusetningum. Bólusetningar. Byrjum þar. Bólusetningar. Það fóru margir í bólusetningar og bólusetta sig og svona og janúar. Og í febrúar í jarðskjálfta. Það hristist allt á reiðiskjálfi og voru svona mikla jarðskjálftar og svona, þið vitið. Og svo kom bara eldgos. Það kom eldgos. Nú og líka sem gerist á árinu líka, ekki það var eldgos, þetta var Joe Biden, hann var bara Bandaríkjaforseti, Donald Trump tapaði, svo okkur veit ekki hvað ráðast bara að gera innrás í bara, eða allavega bandaríska alþingi eða hvað sem það var. Þar náttúrulega var svona þarf að það er gert á Íslandi, bara í var það ekki Ármúla? Nei, Borgarholtsskóla. Þannig að einhvers líka sem ákveð sem ok, já, og einhverju gaurar og bara það inn í bara Bandaríkjunum að ráðast á þetta því að brjálæða því að Donald Trump tapaði og bara förum þá bara í skóla og bara gera hana eitthvað ábyggilega hapa eftir því nefnir því. Nú og svo náttúrulega eldgosi náttúrulega var náttúrulega með já, svo náttúrulega fór Daði í Eurovision og eitthvað svona. Daði og Gagnabækni fór í Eurovision og fengu COVID og já, og svo náttúrulega, þetta var margt með þörunum. Sko, 100 ár voru frá handritunum til okkar, var það ekki? Já. Og hvað gerðist með árinu? Jú, það gerðist ýmislegt á árinu. Við fengum umsókn frá dönskum prins. Svo kosningarnar, náttúrulega. Og að sjálf kosningarnar og talningarugl, eitthvað og talningarugli í Borgarnesi. Já, og það Sigmundur Davíð borðaði hrátt hakk. Þetta ár var svolítið svona mjög mikið svona COVID og eldgos og kosningar. Og bólusetningar, náttúrulega. Ég fekk Janssen og þeir sem Janssen, þeir þurftu að bara aðra bólusetningu þess að Delta kom svona orgum með það. Nú sem verður veikist, þannig að þetta er að það búið. Það COVID. Og það hafi nú verið svolítið svona upp ofan. Eitthvað meira sem að gerst á árinu? Jú, það er umhverfis gerst á árinu. Og nú skoðist, eða eitthvað sem þið munið eftir sem gerist á árinu í þjóðfélaginu sem þið munið eftir. Nú er ég búin að fara yfir það helsta núna þar er ég eiginlega ykkar hjálpan og þið svona þurfið að kommenta svona þannig það sem gerist á árinu. Þannig að ég er nú búin að fara yfir svona það helsta. Ég er búin að fara yfir bólusetningar, eldgos og kosningar og smáis yfir árið og hakkið og Joe Biden og eitthvað meira sem gerist á árinu í þjóðfélaginu sem að þið ykkur er minnistæðist. Muni ekki að skilja neina. Nei, ekki neitt. Kannski munið eftir, já, kannski munið eftir einhverju.
Black Lives Matter. Ok, Black Lives Matter, ég veit ekki svo hvað það þannig að það eitthvað sem í starfinu. Við ætlum að byrja bara á Íslandi. Hvað svona, búin að fara í eldgosi, búin að fara yfir kosningarnar, búin að, ég endar fór ekki alveg yfir talningaruglið, en ég fór yfir bólusetningarnar, ég fór yfir inn og svona í Borgarholtsskóla, eitthvað annað á þessu herrans ári sem að, í þjóðfélagi á Íslandi, sem að gerðist á þessu ári, sem að bara, þar var það, við gætum mögulega talað Brian Níelsson og hans fyllirísferð á rafskútu. Getum gert það. Rafskúti rafhlaupavél, blindfullur. Við getum farið í það. Algjörlega bara farið í þann taka. Það var alveg magnað, sko. Við getum líka farið í það að tonni hamborgari er komin Alþingi. Það náttúrulega stórfett. Eitthvað meira. Nú, þetta svona álmáður, við erum að rifja upp árið og það hlýtur eitthvað meira að gerst. Hvað svona stóð upp fyrir ykkur? Hvað í Íslandi, James Bond myndi var frumsýnd, eitthvað meira? Hér á þessu landi sem svona á þessu ári, sem gerast á þessu ári 2021, sem bara fara frá okkur, kemur aldrei meira, en það kemur 2022 og við það verið betra og það verður betra. Vandi. Ekkert. Ekki svona minnisstæðist, ykkur á minnisstæðist. Við erum í beinni útsendingu hérna, við erum að fara yfir árið og þið þurfið svona að kommenta svona, hvað, ég meina Black Lives Matter, eitthvað, ok, það eitthvað sem gerast það þjóðfélaginu, hvað gerist, hvað svona minnstaf á þessu ári í þjóðfélaginu. Ég reyndar ekki búin að sjá Spiderman en hann Spiderman. Akkur það Spiderman, gott þú komst inn á Spiderman, og það alltaf þegar maður Spiderman sé svona og ég svona alltaf útlendingur og eitthvað svona, en svo kom brjóstið Crowley Spiderman. Það hafi nú líka verið ein stórfrétt ársins að Crowley var í Spiderman. Það svona, held að það hafi verið svona ein af stórfréttum þess árs að Crowley var Spiderman. Það var stórfrétt ársins. Það bara Crowley Spiderman, það bara stórfrétt. Það bara, Crowley Spiderman. Það bara, við skulum bara klappum fyrir því. Nú var eitthvað annað sem ekki að stórfrétt. Nú fara yfir árið, renna yfir árið á þessu, að mikið af leiksýningum sem voru þar árinu, förum bara í leikhúsin, það var til dæmis leik sem ég samt sá ekki, en það því þá ekki Sölkusson, sem heitir Bíddu bara, Gabra leikhúsinu, Kardimonbænum var náttúrulega á sviðinu, margt fleira sem gerist árinu, Emil Kattolti, hann steig á svið árinu, og fyrir mig björn, James Bond myndin, Spiderman myndin og Leynilöggan, bara frábær mynd, Leynilöggan, svona hasar gaman mynd, bara óslega góð og flott mynd sem að Öddi og Hannes Óli og Sveppi voru að gera, og Gilsin að gera. Það var frábær mynd, þannig að það svona, góð mynd, Birta mynd, íslensk mynd, fyrsta jólamyndin, æðislega hugljúf. Eitthvað meira sem gerast á árinu sem að svona
Já, ég er eitthvað meira minnist þetta árinu sem gerist. Það er bara að koma með það, svona, þú veist. Við erum að fara yfir 2021 og skemmtilega að koma með eitthvað svona eftirminnilegt. Ég er búinn að fara yfir eldgos, ég er búinn að fara yfir svona netvæð, svona get ég alltaf talað meira eitthvað ef þið muni eftir einhverju. Come on. Búinn að fara yfir, þú veist, það er Spiderman dæmi, en það er bara búið. Sá ekki það um. Ég er ekki mikill Spiderman áhugaður, en það var samt stórfrétt að Crowley sé Spiderman. Jæja. Ég ætla að vera með kaffi. Ég er með kaffi, en ég er bara eftir að hella í bollan. Svona koma svo. Þetta árið var búið og svona. Er ekkert í alvörunni svona minnisdagast sem að þið heyrðu, jú, förum aðeins yfir árið. Það er eitt fyrir eftir. Það er náttúrulega refamálið mikla. Gústaf Junior málið. Já, gleymist það. Gústaf náttúrulega Gústaf Junior málið svokallað sem að er Gústaf B. Það mál náttúrulega var algjörlega stöngin inn. Þú veist, það er 20 strákur sem að á ref, sem gjaldir, sem er bara cool. En Matvælastofnun, þeir vilja endilega ná skotti á þeim ref og bara setja inn í húsdýragarðinn. Við bara tökum ekki þátt í því. Sko. Þetta á hann ekkert að vera í húsdýragarðinn, bara vera í Gústaf B. Það er náttúrulega alveg upp á honum. Hann svona elur hann upp. Og það er náttúrulega út af fyrir sig bara mjög gott. Og bara cool en Matvælastofnun bara er aðsköldi á honum. Það var svona. Það er eitthvað sem gerði það árið hvað árið. Er eitthvað meira sem gerist á þessu ári? Svona sem er svona minnisdagast. Íslandi. Ég er búinn að fara við eldgosið, sko. Svona í góðum dráttum, svona smá pínu, veitir. Kosningarnar, hakkmálið og hakkætunan Sigmundarið, hrátt, veit ekki. Nú náttúrulega fyllibittu færið það svo rafskúterinum en það byrja nýjar svona. Tommy hamborgari. Það er ekki svona eitthvað meira. Var ekkert meira. Gerst fullt á þessu ári. Rostungur á Hofni í Hornafirði. Ég byrði afsökun á þessu pípi. Þetta er eitthvað sem ég þarf að laga þá fyrir svo. Það var rostungurinn. Það var rostungurinn, það var Hofni í Hornafirði. Hann kom náttúrulega stakkurinn. Eitthvað meira? Hvalrekinn, kannski. Týr hætti störfum. Skipið. Og kom, var ekki Freyr sem tók við hann? Já, Bónusgrísinn. Hann fór í daginn. Kom í Bónusgrís sem var mjög flottur. Hann var svolítið mildur. Það er ekki aðeinslegur. Nei, það er aðeinslegur. Bónusgrísinn, Bónusgrísinn, það var sko
hann var sko gríslega. Ég meina það var náttúrulega, þú veist, það var náttúrulega algjör negla sá grís. Þótt hann hefði ekki verið að negla neitt. Það var það samt negla. Þannig séð. Í alveg talað. Bónusgrísinn, bara nýtt útlit. Þannig að það ekkert meira ánum, sko. Þið verðið svolítið að hjálpa mér. Þannig að ég svona að rifja upp svona, ég búin að tala eitthvað. Ef það eitthvað sem þið munið eftir, minnst það ánum, sem gerist í þjóðfélaginu, íslenska samfélaginu, þá endilega komið með það í komment og ég ræði það í beinni útsendingu. Beinni útsendingu. Allt gist í beinni. Sjöðu, ég var að geta akkur núna. Ég smekkum akkur núna fyrir núna. Þetta ekkert ekki fyrir án, þetta beinu útsending. Núna ég að, akkur núna, ég að smetla fingrum. Halló. Hvað með í gamla sparti? Ok. Ekkert meira starfnum? Jú, það endar eitt sem að ég verði að minnast á sem ég starfnum. Það voru ráðherrarnir eða borgarfulltrúarnir ráðsmenn að fengu öryggisverði og var ráðstafn. Það var nú meira ljóta vesnið. Þeir geta, þeir verða bara niður friði. Þeir bara friða ekki og bara láta það vera. Þó þessi kókalapar. Hættu með það og skemma bílinn hans, spjarna ben og eitthvað. Þetta var að gera eins og þess. Bara að hafa ykkur. Og náttúrulega svo var sveppir, þetta var fyrir lennlega. Man gerði náttúrulega sveppastökkið. Og það var einhver fáviti sem ákvað bara að gera þetta sveppastökk. Hann bara ákvað ég ætla bara að gera þetta sveppastökkina. Sjúkrabíl. Skilur mig. Algjörverði. Sveppastökkið það ekkert einhver svona sem að gerir að gamni sinni. Nei. En þú veist, við erum í beinni útsendingu. Stundum að segja það hjá mér. Bein útsending. Að þetta í beinni útsendingu. Þetta ekki tekið fyrirfram. Ef þetta var tekið fyrirfram, þá væri ég búin að væri þetta margar tökur sem þetta færaldi í loftið. Það sem hefði í beinni, sko. Sko, ég prumpaði. Og undir beinústingu, ég get ekki, klippir þetta brút, nei. Undir beinústingu, það geta að klippa þetta út. Það geta að klippa út beinar útsendingar, sko. Þetta í beinni. Halló. Þannig að þetta svona, þetta sem gerðist á árinu, það svo margt sem gerðist á þessu ári. Eigum að tala það eða hvað, eigum við kannski, við erum eftir að fara í, sko ég eftir að fara í vöðlausbana. Eitthvað. Hvað var meira að gerast á árinu? Bing, bang, bum, 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 gerst í árinu, bam. Já, alveg rétt. Þetta náttúrulega, þetta alveg, Bassi með næstur með að rífa kjaft við, ekki rífa kjaft, það var svolítið svona, segjum svona aðeins að æsa sig við Bjarna Ben á Twitter. Svo gaf hann lag. Bassi með næstur, æðastákunni voru alveg í æði. Það er meira vinsalegri.
Og eigum við eitthvað að ræða? Nei. Og svo talað inn eftir að dána sem þetta gerist þarna, það er ekki aðeins. Svo, já, svo fekk hann náttúrulega hendurnar, hann Guðmundur Felix. Guðmundur Felix fekk hendur. Hann var handalaus, fekk hendur. Bara, þú veist, bara til hamingju eða þetta horfa Guðmundur Felix til hamingju með hendurnar. Þið verður allavega ekki vanda á höndum. Já, hann hefur úr hugum fyrir þessu bara. Ef hann móðgæði Guðmundur með þessum höndar þá bara misti það svona því, en ég held að ég móðgæði. Hann er alltaf reiður og svo, hann er alltaf reiður höndum. Nú getur hann alltaf að sé hann handið svona skil. En allavega, það gerist náttúrulega alveg. Það var náttúrulega það. Hann fekk hendurnar, hann Guðmundur Felix. Þannig að já. Þannig að þetta er gleðiefni. Þannig að nú getur hann verið komið handaband. Já. Þannig að, já, þetta var algjör. Það er alltaf þannig. Eitthvað menningarstarfni? Í alvörunni tala, krakkar. Halló. Þú að grínast. The band of the tank. Við bara förum þá bara í auglýsingar. Djók. Engar auglýsingar. Ég veit ekki, þú veist, er þetta still þannig þessar auglýsingar? Ég veit það ekki. Það er engar auglýsingar, ég er bara djóka. Come on, árið að líða, þú veist, ég átti að fara með völvuspána mín og eitthvað. Nei, come on, munið ekki til neina. Það er, já, ég sé núna, það er enginn að horfa á þetta. Þetta er beinlega, þetta er að fara yfir ára hvernig nátt. Með hjálp ykkar að sjálfsögðu. Ég glemdi að nefna það kannski í upplýsingunum. Hvað er þetta að breyta? Nei. Svíi. Ekki átt það, svíi. Með hjálp ykkar síðast. Ok, þetta ætti kannski að vera betra. Það er engin ára. Þetta er almannáttur, þetta er beinni. Ég geti sagt upptökusvið. Sko, nú sagði ég upptökusvið. Og var að tekið upp fyrir framni. Ef ég mismæli mig, þá bara mismæli mig. Þú veit að klippa þetta út og prippaður í. Kemur örugglega þegar þetta er fólk sem það hefði. Já, ég skal reyna, hefði. Blessar. Hefði, já, þú kennir mér að, já, klippa beinúsningar. Já, er það ekki hægt? Nei, það er ekki hægt. Hvað gerst með ránum? Vil það nokkuð sér?
jú, það er eitt sem gerst sem að ekkert skemmtilegt, en ég er brjálaður. Það er Akureyringar, sko. Bæjarstjórn Akureyringar, dýraníðingar eins og hvað sem ég kalla það. Þeir eru búin að ætla að banna lausugöngu katta og það byrjaði 2025 reyndar, en það var sett tilkynnt núna. Þú veist, hræðilegt. Þetta er hræðilegt, þetta er bara dýraníð og ekkert annað. Að banna lausugöngu katta. Það er ekki í lagi með þetta lið. Það er ekki í lagi með það. Svona margt annað sem gerst á árinu líka. Túristar, ekki túristar. Komið túristarnir, fóru. Það er svona túristarflakk. Er eitthvað meira sem gerst á árinu? Nei. Ekki þannig. Ekkert svona merkilegt eða eins og þess. Eru alveg ótrúlega. Ég er að reyna að rifja upp árið hérna og ég er búinn að fara yfir ýmislegt á þessu ári. Og ég þarf eiginlega að fá hjálp ykkar. Hvað segirðu? Já, það gerst það á þessu ári. Nó. Það var mér með. Það gerst þessu ári, það var alveg rétt. Það var alveg magnað, sko. Auðvitað, já. Ólympíuleikarnir, maður. Já, þeir voru náttúrulega þessu ári. Það var þannig. En ég sá það bara ekki. Já, og grímuskyldan, maður. Úlfur fékk grímuna. Sýningin, leikritið. Hvað segirðu? Ha? Já, það var náttúrulega bara allir og happy sumar. Sumar og sól. Bú, sumar og sól. Rippa, tippa. Eitthvað meira sem gerst á árinu? Katla. Sjónvarpsþátturinn Katla. Halló. Já, tölum góð, mér get ég renni aðtökum maður. Það var geggjað. Sko, það held ég að hafi verið stúlkunum. Katla, sko, þeir þættir náttúrulega voru sem þeir árið. Það eigum að ræða það eitthvað. Eigum að tala hversu vel og góð leikona, ekki bara góð söngkona, get ég renni líka svo rosalega góð leikona. Og bara stór sigur að það maður reyndi. Bara, geðveikt í Kötlu, sko, maður með Kötlu góð. Og það var líka eldgos, en það er ekki Kötlu. En hann svipað dæmi. Það er með Geldingadölum. Katla þarna. Halló, Hafnarfjörður. Eigum við að ræða það eitthvað? Nei, ég held ekki, sko. Nei, ég held það. Erum við að tala um að fara í þá átt að það var göð, eldguð líka og Katla þarna. Algjörlega snilld. Þú veist, nei, svona í góðum dráttum þá var það slitt af. Ég er að fara núna bráðum, ég bara að fara í smá völvur. En Katla, það var, eigum við kannski líka, já, krakkar mínir komið sæl, að maður náttúrulega ekki gleyma á þessu ári, jétúta mía, oh my god, í útlöndunum,
Bói, sænsku fávitarnir bara, hver hendi bara svona út gluggann? Var það? Nei, þetta er bara einhver sænskir vitleysingar. Ég sagði, ég eru fínir, en að henda börnum út gluggann, það er bara stopp með það. Það var ekki skemmtilegt, en það var bara bam, bara búm. Það gerði samt á árinu. Jesús Kristur og annars var reiðhjóli. Við ætlum ekki svona að ræða það neitt hérna, sko. Shit. Og, já. Eigum að tala og kannski ræða, já. Hvað var þetta? 3. serían og 3. kaflinn í Samherjamálinu. Og tala þannig, 3. kaflan. Nei, við ætlum ekki að tala 3. kafla Samherja. Samherji má bara fokka sér. En, svona ófærð. 3. þátturinn, sem var glæsleg. Þetta var þessi 3. þáttur ófærð. Þetta var, ef að tala hvað, það var mögnaður þátturinn. Ef að tala hvað, það stórkostlega góð þáttur. En það var 8 þættir sem var alltaf kannski ólítið. Það var kannski sprengjuleika, Svartir sandar og Verbúðina. Hvað þættir? Eitt glæði bóð, svona gaman drama. Gerist það gaman daga dæmi? Verbúðin sem sagt. Rótarandar er eins og nútíma dæmi. Var eitthvað meira? Það gæti verið eitthvað meira sem gerst á árinu. En skít bakan Pickens, nefndug. Ok, það var voðalega lítil hjálp í ykkur. Takk fyrir að árið með mér. Eða þannig séð. Nú ætlum við að fara í svona, já, völuspá. Eða svona mína völuspá. Ég ætla svona spá svona gróflega hvernig 2022 verður. Ef við ekki bara drugið það. Bing bara búm og við byrjum hana. 2, 3 og bingo. Sko, ég held að sko þannig að vera sveitarstjórnarkosningar það verða. Ég myndi segja að hérna Dagur B. Eggerts er áfram borgarstjóri. Fullt af leiksýningum og þessum þar. Ávaxtakránarsvind. Ég veit það, búið að segja. Sigmundur Davíð tekur þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Árinu við taka þátt í Reykjavíkurmaraþoninu. Menningarnótt verður. Þjóðhátíð verður. Ég myndi segja að Bassi með muni semja þjóðhátíðarlagið. Afsakið það píp aftur. Bassi með mun semja þjóðhátíðarlagið árinu. Næsta ári. Ný útastöð verður örugglega fendur. Ný samfélagsmiðl fyrir Íslendinga. Ný streymisveita. Helgi Björns gefur út plötu með öllum lögunum sem búin að flytja heim með Helga. Það var safnplötu. Fullt af íslensku bíómyndum var þessum þar. Baltasar Kormákur gerir Kötlu 2. Hvað meira sem gerst árinu? Gerst árinu næsta ári. Já. Helgi Seljan hættir á RÚV. Logi Bergmann byrjar aftur með spurningababuna í sjónvarpi Símans. Það mun örugglega gerst næsta ári.
það verður opið matarboð hjá Guðjóni Jóhannessyni á 7. júní þar sem að þeir sem vilja geta komið. Hvað gerum við með reikistárinu? Þetta er bara vöflusspá. Sendir Sindra hættir í fréttunum á Stöð 2 fyrir RÚV. Móapild byrjar aftur í skjánum og sjáum við Simmons með þetta. Fullt af leiknu íslensku efni, meira, fyrir börnin, var það rauninu. Páll Óskar mun leika, það er sem maður hefur leikið áður, hann mun leika mjög mikið á árinu sem var að koma. Borgarleikur sem mun setja upp Lion King söngleikin. Það verður glænýtt fars í Þjóðleikhúsinu. Allir í leikhópnum Jón Gunnarsson sem fá fálkaorðuna á næsta ári. Skopar skýtla á fálkaorðuna leika fyrir það að ég er farin með Völuspána, við ætlum að fara að hafa eitt sem ég glemdi á árinu. Klárum við Völuspá svo ætlum við að fara aðeins meira yfir árið. Svona náttúrulega lokum ljúkast í Völuspáminni. Það náttúrulega er komið allt fyrir eldgos og Íslendingar munu fá Óskarinn fyrir dýrið. Dýrin munu vinna margar Óskarsverðlaunatitil. Þetta var Völuspá. Þetta var Völvuspáin og nú ætlum við að halda fram árið. Það er eitt sem að bara ég verði að segja sem er svolítið svona, kannski, ég veit ekki, sem við bara hefur fátt að mörg ástæðan hverkólum, sem er ekki. En skopp og skrýtla, það er hægt á árunum sem er verið að liða. Skopp og skrýtla var hættar og mun að vera í 18 ár, þannig að það er allavega þú veist, þannig að það er kannski svona, já þeirra verður svo saknað, en það er náttúrulega en efnið, lögin vera, allt þetta efni sem við búum að gera, svona, það liður ennþá, þannig að þetta horfa að það alveg aðeirust. Þótt að skopa skrýtla við hætt á þessu ári, þá þá erum við að fara yfir árið sem notum það á stegi, svona, nokkuð einn. Völvuspá minn, hún er búin. Og ef það er eitthvað sem ég gleymdi að nefna, sem að tengist árinu, þá er endur að nefna það hérna. Ekki neitt. Var ekkert meira sem gerast þessu ári. Ég er búin að fara við Völvuspána, svona grófum dráttum. Hvað gerist meira á árinu? Já, það var margt sem gerist þessu ári. Og ég er búin að fara yfir næstu því allt. Ok, það var ekki þjóðhátíð, svo margir við það. Men það var ekki, hvað meira? Þetta var sturlað, það var bara svona, það ár var bara geðsjúklingur. Og hvað gerist meira á árinu? Það er bara, halló, hvað gerist meira þessu ári? Þetta er áramót faktur djánaðarinn. Ég er að reyna að muna hvað gerist á þessu ári.
maður yfir uppið? Hvað gerist á árinu? Hvað gerist með þessu ári? Það algjörlega með, ok, það var mjög lítil hjálp í ykkur. Ég bara, ég búið að fara yfir árið og komið völvuspá og svona. Ég fór allavega yfir eitthvað sem gerist á árinu. Og ætlaði að fá ykkar hjálp. En bara það kærlega fyrir ykkar. Það var voðalega lítil hjálp í ykkur. Bara því miður. Það bara, þessi hjálp var ekki nógu góð. Það var bara hræðilega hjálp. Það var eiginlega ekki hjálp. Ég var að reyna að fara yfir árið sem líður og þú veist. En það það var bara ætla ég bara að krýna, það var bara komið að því að fara yfir mann ársins og konu ársins. Maður ársins Guðmundur Felix. Öppum fyrir því, Guðmundur Felix. Hann maður ársins. Og kona ársins þarna bólusetningagellan. Klöppum fyrir því. Allavega, ég fór yfir árið með ykkur. Hefði verið betra og skemmtilegra ef fleiri hefðu tekið þátt í og hjálpað mér. Ég var svona að reyna þetta upp. Ég fór yfir hans sem allt. Ólisbanna og maður ársins kona ársins. Svona það skúrkur ársins. Skúrkur ársins ekki Björn Níelsson, já, það er rétt. En allavega, bara árið liðið og þessum áramóti þætti ég lokið. Ég bara þakka samfylgdina og bara gleðilegt ár og bara njótið kvöldsins og bara gleðilegt ár, elskurnar mínar og bara hafa það sem allra best og þetta er bara búið.